Eins og jafnan áður voru efnahagsmálin í brennidepli á árinu. Tölur sýna að hagur Íslendinga vænkaðist heldur á árinu en skuldir jukust, sem sagt Íslendingar lifðum efni fram. Viðskiptahallinn jókst á árinu og hallinn á viðskiptunum við útlönd var 18 milljarðar eða 5% af landsframleiðslu. Verðbólgan á árinu sem að líða var tæplega 7% og kaupmáttur launa var 2% hærri á árinu en árið á undan. Þá dró nokkuð úr atvinnuleysi. Peningalegur sparnaður var nálægt 26,5 milljarða á árinu en var 10 milljörðum meiri árið áður. Misvægi á fjármagnsmarkaði fór því vaxandi og þar af leiðandi raunvextir hækkandi á árinu. Fram eftir ári ríkti nokkur bjartsýn að betri tíð væri í vændum í efnahagsmálum en óveðurskýin hrönnuðust upp þegar leið á árið. Lélegir þorskárgangar, samdráttur í botnfiskafla og frestun álversframkvæmda. Þetta bendi til minni hagvaxtar, lakari viðskiptakjara og aukins atvinnuleysis á næsta ári.